Komið í sæl. Í dag hefur verið lagð fyrir vestan land og úrkomusvæði frá henni fór yfir landið frá vestri til austurs og rigndi talsvert tíma á landinu. Og einnig var nokkuð hvasst á vestanverðurlandinu tíma og var gul viðvörun í gildi vegna þess á norðanverðu Snæfellsnesi. En á kortinu í dag má sjá að það var lagðin hér fyrir vestan okkur og úrkomusvæði frá henni hér inni við vestanvert landið. Önnur lagðir hér skammt fyrir sunnan Grænland og til morguns og næstu sólarhinga þá fara þessar lagðir hér milli Íslands og Grænlands og það hvessir allhressilega með þessari lagð sem kemur hér hjá í nótt og fyrramálið og svo lægir heldur annað kvöld en á föstudaginn kemur svo næsta lagð í kjölfarið. Og hitinn komst hæst í tæp 19 stig Básum í Þórsmörk og það tiltölulega hlýtt loft sem hefur verið yfir landin okkar í dag og fram til morguns má gera ráð fyrir að verði áfram nokkuð hlýtt hjá okkur en svo þegar að skil fara hjá seinnipartinn á morgun þá kólnar tíma á vesturhluta landsins en svo hlýnar aftur að föstudag með næstu lægð. En skoðum hér hvernig gasdreifing frá eldstöðinni á Reykjanesi en þegar vindur snýst í suðlæga átt þá reiknað með að gasdreifingin fari hér yfir vestanvert landið að stórum hluta þar sem þessar bleiku klessur að sjá. Einnig má gera ráð fyrir að verði allvíða gasmóða á höfuðborgarsvæðinu og eins á Norðurlandi vestra og jafnvel Norðurlandi eystra. En skoðum hér hvernig vindur og úrkoma breytist í kvöld og nótt. Þá úrkomusvæði að fara austur af landinu en næsta úrkomusvæði kemur hér inn á vestanvert landið seinnipartinn í kvöld og í fyrramálið má gera ráð fyrir að verði orðið allhvasst hjá okkur og þá hafa verið settar út gular viðvaranir út af vindi og vindhviðum bæði á hálendinu, Norðurlandi vestra, Norðurlandi eystra og Vestfjörðum. Og í fyrramálið útlit fyrir að verði allhvassur vindstrengur yfir vestan og norðanverðu landinu og vindhviður gætu farið í 30 til 35 metrar á sekúndu og jafnvel enn hvassara á hálendinu og það útlit fyrir að verði rigning með köflum allt sunnan og vestanvert landið. Einhver væta verður í nótt og fyrri hluta dags á morgun á Norðurlandi eystra en síðan léttir til þar en áfram má gera ráð fyrir nokkum hvössum vindhviðum. Og hitinn verður svona frá 10 upp í 18 stig, hlýjast á Norðausturlandi. En svo þegar líður á morgundaginn þá helda þessar vindaviðvaranir áfram að vera en falla svo úr gildi bæði á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra seinnipartinn á morgun og annað kvöld á hálendinu og Norðurlandi eystra. Þannig að seinnipartinn á morgun staðan þessu lík. Áfram búist við snörpum vindhviðum á Norðausturlandi og á miðhálendinu en annars staðar verður farið að draga verulega úr vindi, skýja með köflum sunnan og vestanvert landið og einhver lítilsháttar væta þar af og til en léttir til norðan og austanvert landið og hitinn gæti farið upp í 20 stig á Norðausturlandi. Og svo föstudag áfram útlit fyrir suðvestlæga átt, bjartviðri og hlýtt á norðausturhluta landsins en skýja með köflum og yfirleitt þurrt að mestu miðjan dag og föstudag bæði sunnan og vestan til en síðan verður vaxandi úrkoma þar á föstudagskvöld og aðfaranótt laugadags gengur úrkomusvæði yfir landið en á laugadag reiknað með að verði áfram suðvestlæg átt, einhver væta sunnan og vestan til en úrkomu lítið og létti til norðaustan til. Og á sunnudag svo reiknað með að verði hæg breytileg átt til að byrja með en snúist síðan í kaldari norðlæga átt, fyrst á Vestfjörðum en síðan allt land þegar líður á sunnudaginn. En látum þetta gott heita veðri í bili, verið sæl.